komið að janúarleiðsögn fyrir Bauman. Svo ég byrja nú aðeins á því að ræða praktísku atriðin. Það sem ég geri er að ég tengi inn á einhverja ákveðna bylgjulengd þar sem að hópur Baumana hefur einnig tengt sig inn á. Ekki allir, þannig að það er einhverju sem að tengja alls ekki við þetta, en vonandi einhver hópur sem tengir við og getur nýtt leiðsögnina. Ef þú tengir alls ekki við þennan lestur, kannaðu þá önnur merki úr stjörnukortinu, þá finnst mér sérstaklega vert að nefna tunglmerkið og rísandi merkið, eða eins ef það er eitthvað merki sem að er síendurtekið í stjörnukortinu, þá gæti það verið áberandi núna. Við skulum ekki vera of ströng á smáatriðunum ef að megnið að leiðsögninni á við fyrir þig, þá er ekki það smáatriðunum, þannig að þér hentar en þó innan skynsamlegra marka. Það eru ákveðnir hlutir alveg ekstra sveigjanlegir í þessu öllu saman, þá sérstaklega hlutir eins og kyn, aldur, afstöður, samskipta og sambanda, nákvæmar tímasetningar, nákvæmar staðsetningar og því líkt. Þannig að ekki einbeita þér of mikið af smáatriðunum. En við skulum benda fyrir þetta að byrja á því að kanna hvaða Bauman ég er að lesa fyrir. Við skulum fá áskoranir og uppákomur fyrir Bauman í janúar. Við skulum fá leiðsögn fyrir Bauman í janúar. Við skulum fá niðurstöðu. Það sem Baumaðurinn ekki veit, en hefði gott að ég fá smá aukna innsýninni, vil ég áfæra hér neðst í stokkinn. Ok, Baumaður, kæri Baumaður. Það hvílir eitthvað þungt á öxlunum á þér, sérstaklega hvað varðar náið samband. Ykkur er efar það hvort að hlutinu séu í raun og veru eins góður og þeirra eru. Þetta er svona, mér finnst alveg ágætt að þú skulir velta þessu fyrir þér að það já, ef það eru efasemdir kannaðu þær, ekki líta algjörlega framhjá þeim. En hins vegar ef þú ert í þeirri stöðu að þér hættir til að máli skrettan á vegginn, þá máttu vera vakandi fyrir því. Lífið tekur oft mjög óvæntar stefnur og það er mikil óvissa hjá þér, sérstaklega hvað varðar skuldbindingu, sennilegast inn í þessu nýja sambandi. En þetta er svolítið svona að þú ert í einhvers konar sambandi sem að er orðið öðru vísi en þú ert vanur. Hvort sem að það er vinasamband, vinnusamband, parsamband eða hvað nú. En það hefur verið að svona ýta þér áttina að einhvers konar skuldbindingu og mér finnst eins og að það hræði þig. Af því að hlutina hafa kannski ekki alltaf gengið svona vel hingað til og þú leyfir þér að efast að hlutina séu eins góðir og þeir eru raun og veru virðast vera. Og ég hef sterklega á tilfinningunni, kæri Baumaður, að mörg hver ykkar hafi, í fyrsta lagi, einhver ykkar, ég ætla bara að taka fram, einhver ykkar hafa fullan rétt á því að efast eins og þeir gera. En mörg hver ykkar hafi kannski í gegnum tíðina verið í aðstæðum þar sem að hlutinir hafa ekki verið heilbrigðir eða góðir fyrir þig. Þannig að þú ert alltaf einhvers staðar með varan á og svona, þetta er svona pínu eins og sérst að bíða eftir, jæja, hvenær fer þetta til helvítis? En svo er þetta bara ekkert að fara til helvítis og það er bara sprungu nýtt fyrir þér. En málið er þá fyrir vikið ertu ekki alveg að njóta í núina þegar þú ert alltaf með varan á gagnvart framtíðinni. En
núna er verið að sýna þér, kannski er þetta bara allt gott og það er alltaf í lagi að binda sig við þetta. Þetta getur verið hvernig samband sem er, eins og ég segi, parsamband, mjög algengt þar, en líka á vinnumarkaði, við skulum athuga það, og innan fjölskyldu. Þetta getur verið hvernig samband sem er, en það er allavega eitthvað ný stefna fyrir þig. Áskoranir þínar, ég var alltaf að geta kallað þetta áskoruna, þegar áskoranir þín er núna í janúar sú að þú ert að fara að uppskera það sem þú hefur sáð, sem felst í miklu sjálfstæði og miklu jafnvægi og svona jafnvægi í því sem þú gerir, að það helst saman við veraldlega þarfir þínar. Eins og ég segi, ég get ekki kallað þetta áskorun nema að þau leytinu til að þér hættir kannski til að fara í ofursjálfstæði og hafnar stuðningi frá öðrum. Getur verið kannski óttalega þrjóskur með það. En hins vegar þá er þetta fyrst og fremst það að núna í janúar þá ertu að fara að uppskera það sem þú hefur sáð. Þannig að ef þú ert búin að sá mjög góðu þá gjörðu svo vel til hamingju. Þetta byggir svolítið á því hverju hefur sáð, hvaða fræ hefur sett í hlæðan jarðveg og hvernig hefur sinnt gróskunni. Leiðsögnin er að haltu áfram að feta þinn veg, þú ert á réttri leið, þú ert alltaf að átta þig betur og betur á því hver þú er og hvert þú ert að stefna. Hafðu trú á draumunum þínum og hafðu trú á eldmóðuninu því að þú getur galdrað fram svo merkilega hluti bara út frá því. Þú ert alveg magnaður þegar kemur að því að einhvern veginn bara galdra fram hér leikandi listir út frá eldmóðu og draumum. Þú skapar ótrúlustu hluti út frá því þrátt fyrir að upplega sjálfa þig eins og þú sért oft bara algjörlega lost á því hvað þau eru að gera. En hins vegar þá kemur það líka hér að leyfðu þér að vinna með öðrum og starfa með öðrum. Þú ert mjög góður í því. Og þú sérð einhvern veginn miklu betur. Þú sérð, þetta er svolítið svona betur sjá augu en auga. Þannig að leyfðu þér að reiða þig á samstarf annarra í því sem þú gerir. En eldmóðurinn er þitt algerasta vopn, eldmóðurinn og draumarnir. Niðurstaðan þín er almáttur, ég get svo svara. Niðurstaðan er sú að þú eflist og þroskast til muna í því sem þú gerir, þessari iðn eða passion, ástríðu sem þú hefur. Það eflist og eflist og eflist. Samt er svo mikið jafnvægi í því sem þú gerir og þú gerir þetta út frá svo miklu innsæi þrátt fyrir óvissuna hvað verður. Þú ert meistari þinnar greinar og þrátt fyrir að eiga svona óbáslega langt eftir, þú ert svo tilbúin í að þrátt fyrir að hafa ekki hugmynd hvað er framöndum og hversu langt þú átt eftir eða hvenær þú kemst algjörlega á leiðarenda með það sem þú vilt gera, þá ertu samt svo tilbúin í það og það eflist alltaf bara áfram og áfram og áfram til muna. Hins vegar, og hér kemur nú loksins einhver áskorun fyrir þig, kæri góðmaður, í janúar. Og þarna kemur, eins og ég talaði þú ert nú kannski helst til of þrjósku til þess að ætla að þiggja enga aðstoð. En málið er að hér í janúar eða í næstu mánuði allavega, í lok þessa misseri sem ég er að tala núna, þá færðu að finna fyrir pressunni og spennunni. Þetta er svolítið mikið sem þú ert að fara að gera núna næsta misseri. Það verður mikið að gera hjá þér, það verður mikið álag og þú munt alveg finna fyrir því. Og þú verandi eins og þú ert, þá áttu eftir að reyna að loka augum og eigum fyrir því að þú kannski ráðir ekkert alveg við hlutina. En hins vegar þá er þetta þannig álag að það gengur á þig. Það gengur á, það er að segja heilsuna þína, andlega þrekið þitt, þolið þitt.
Þess vegna verið að minna þig á að heyrðu, það allt í lagi að leyfa öðrum að styðja sig. Við skulum fá aukna innsýn í þetta og ég vil fá Tide of Dreams í það. Byrjum á þér, kæri bómaður. Það alveg merkilega mikil stöðuleiki í kringu þig. Að þú eiginlega trúir því alla sjálfur. Bæði varðandi þig, iðnuna þína, samböndið þín. Það einhvern veginn, þú ert ekki vön í að hlutinir gangi svona vel upp. Og það bara hreinlega kemur á óvart að hlutinir skuli vera að ganga svona vel. En þeir að ganga vel, njóttu þess að það varir. Áskoranir þínar, eða skortur þar á verði að viðurkenna, upp á komur, skulum við segja. Og það kemur aftur fyrst og fremst þetta með að þú átt erfitt með að velja og hafna og þú átt erfitt með að trúa því að hlutinu gangi bara því svona vel upp, þú átt erfitt með að þykja aðstoð. Já, afsakið þetta. Það bara allt í einu spratt hérna síminn úr standinu. Við skulum halda áfram. Ég var að segja að fyrst og fremst gleymur að njóta í núinu að þegar þú ert svo upptekin af því að hafa áhyggjur af því að fortíðin endurtaki sig í framtíðinni. Það þvælist svo svolítið fyrir þér. En það bara svo óbærslu stöðuleiki í kringu þig að það eiginlega fáránlegt. Leiðsögnin þín, kæri bómaður. Treystu á innsæið þitt. Leyfðu þér að njóta þrátt frá að vita ekki. Þú þarft ekki að vita allt og átt ekki að vita allt. Það eru ýmsir leyndardómar í heiminum af ástæðu. Leyfðu þér bara að flæða og leyfðu þér að njóta. Niðurstaðan þín. Allir draumar þína geta ræst. Þannig að hafðu trú á þeim, leyfðu þér að trúa. Leyfðu þér að trúa og treysta á þína allra viltustu drauma. Það sem þú veist ekki að þú ert komin á þann stað að þú þarft ekki að fara í gegnum alltaf sömu erfiðin aftur og aftur og aftur. Það komin brú yfir erfiðustu bitana, þannig að þú kannt orðið styttri leiðir. Þeir hættu til að gleyma þér í einhverjum sársauka, í einhverjum ótta. Það keyrir þig rosalega niður, þannig að leyfðu þér, þetta svona það sem ég búin að vera að hamra svolítið á við, leyfðu þér að njóta í núinu. Nýttu það sem þú kannt, því að þú kannt svo miklu meira en þú gerir grein fyrir. Ekki láta fortíðina halda aftur yfir. Skapaðu þín eigin heim og þín eigin örlög þegar þú hefur í rauninu öll verkfæri sem þú þarft til þess að skapa þér það líf sem þú vilt. Treystu innsæinu þínu. Það öflugra en þú gerir grein fyrir. Leyfðu þér að njóta hamingjunar sem það hér handan við hornið og til staðar í dag. Þú getur skapað þér svo óbærslega hamingju og það þangað sem þú ert að stefna. Leyfðu þér að njóta, bómaður. Ég ætla að taka þessa leiðsögn heim og saman með spili úr Splunkunni í stokki sem ég með, sem heitir Sacred Earth Oracle og lítur svona út. Það draga hér eitt leiðsögn spil til þess að enda þennan lestur. Þú fær spilið Renewal, endurnýjun. Við skulum líta á hvað það nú þýðir. Endurnýjun.
Jarðnesk meining þessa spil er að það að taka sénsinn og láta reyna á eitthvað er ekki skuldbinding fyrir lífstíð. Þú getur alltaf skipt skoðun, skipt hlutunum út, breytt, fínpússað, hvort sem það snýr að áhugamálum þínum, vinum þínum, elskunum þínum, starfinu þínu, plönum þínum, heimilinu þínu eða hvað nú eins oft og þér sýnist. Þú mátt alltaf gera breytingar. Þú ert ekki bundin við valið þitt í dag að eilífu. Ef eitthvað passar þér ekki, prófaðu þá eitthvað nýtt. Og ef það virkar ekki, prófaðu þá bara eitthvað annað. Það sem þú ert að leitast eftir gæti verið bara rétt handa við næsta horn. Og það er ekki mistök að byrja upp á nýtt eða fara eitthvað annað. Andleg meining þess spils er að hlusta þegar hjartað þitt er að kalla til þín. Og þyrst hjarta getur ekki verið svalað við röksemd. Það mun þurfa að drekka frá brunni lífsins og vera endurnýjað þaðan. Og í hvert skipti sem þetta hjarta brotnar, þá gefur það rými til þess að halda meiru, en innihaldið breytist aldrei. Hjartað þitt heldur sannleika þínum í hverjum einasta andardrætti. Hvað segir það? Hlustaðu og þú getur endurfæðst. Þá er þessari leiðsögn lokið. Og ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og að þau nýtist og gerir gagn. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina.